Hvar eigum við að geyma peninga fyrir börn? Ég fékk spurningu þetta inn á Vísi en ég er einmitt að svara lesendum Vísis núna í sumar peninga. Og spurningin hljóðaði þannig: Sæll Björn, þú minntist á í Viltu finna milljón podcastinu að geyma ekki sparifé fyrir börn á þeirra kennitölu. En mín spurning eru framtíðarreikningarnir ekki með bestu ávöxtunina verandi verðtryggðir? Hvar væri hægt að geyma þá annars staðar og fá sömu góðu kjör og framtíðarreikningarnir bjóða? Er maður ekki að fórna smá ávöxtun með því að geyma peningana ekki á framtíðarreikningi? Kæri kveðja, 34 ára sparióður pabbi. Ég er ekki sammála því að við séum að fórna einu en einu með að vera ekki að geyma peninga á framtíðarreikningi, ekki frekar en foreldrar í nokkru öðru landi í heiminum eru að fórna einhverja, því að enginn þeirra er að geyma peninga á verðtryggðri bankabók. Hvers vegna ekki? Vegna þess að það er ekkert endilega besta leiðin. Þegar við erum að spara peninga fyrir börn, og nú vil ég taka það fram að því að margir prófessorarnir hafa stigið fram og saka mig það að vera að tala peninga barnanna, en ég hef aldrei verið að gera það. Ég hef verið að tala sparnað sem foreldrar eru að leggja fyrir börnin sín til þess að geta afhent börnunum seinna. Þannig eru peningar foreldrana. Ég hef verið að vísa í það að þegar að foreldrar eru að leggja svona peninga fyrir, ættu þeir að vera að líta á fjárfestingarkosti sem að bera hærri vænta ávöxtun en framtíðarreikningur. Framtíðarreikningurinn ætti að skila í dag 2,5% pluss verðbólgu, það er að segja 2,5% raunávöxtun. Ef við lítum á það hvernig hlutirnir eru gerðir annars staðar, hvar sem er í heiminum þegar verið er að fjárfesta eða ávaxta peninga til langstíma, þá er verið að beita sömu aðferðinni. Það er verið að leggja peningana í vel dreift eignasafn, þar sem er stór hluti til dæmis í hlutabréfum og þó alþjóðlegum og vel dreifðum. Sögulega séð hefur þetta skilað miklu meiri ávöxtun og er það sem að tryggingafélög, lífeyrissjóðir og foreldrar út allan heim nota. Nú, af hverju er þetta ekki meiri ávöxtun? Ef við lítum á tölur og þá til dæmis hefur S&P 500 vísitalan í Bandaríkjunum, sem er svona oft ágætis viðmið þegar verið er að skoða alþjóðleg hlutabréf, hún hefur gefið í kringum 7% raunávöxtun síðustu 50 árin, þrátt fyrir öll hrun og allt sem gengið hefur á þar. Ef við berum saman ávöxtun, annars vegar við værum að leggja fyrir 10.000 kall á mánuði í 20 ár á íslenskan framtíðarreikning, þá myndum við fá 2,5% raunvexti og skulum reikna með 3% verðbólgu. Þá væri ávöxtunin í kringum 2,4 milljónir. Ef við hefðum fengið 7% raunávöxtun, þá hefði ávöxtunin ekki verið 2,4 heldur 5,2. Það munar þetta til langs tíma vegna þess að vaxtavextirnir eru svo öflugir þegar við ávöxtum peninga til langs tíma. Ég er ekki að mæla með því að við séum að ávaxta peninga barnanna okkar í hlutabréfum eingöngu eða í þessari tilteknu vísitölu. Ég er bara að taka hana sem dæmi og ég er að sýna hversu miklu máli það skiptir að reyna að hífa eins upp ávöxtunina. Flestir hafa verið að fara þær leiðir þegar verið að fjárfesta svona fyrir börn, að dreifa þessu töluvert betur eins og ég sagði. Nú, en er þetta þá ekki miklu öruggara? Af hverju erum við þá ekki með á verðtryggðum reikningi? Það er miklu meiri áhætta að vera í hlutabréfum. Þannig er ekki litið á það þegar verið er að ávaxta til langs tíma í vel dreifðu eignasafni. Lífeyrissjóðir og aðrir líta ekki á það sem áhættu að dreifa vel úr eignasafninu, þeir líta á það sem öryggi að vera ekki með öll ekkin í sömu körfunni. En hvað með reglulegan sparnað? Ég vil hafa þetta reglulegt í hverju mánuði. Já, það er mjög þægilegt á framtíðarreikningnum, en þegar það kemur að sjóðum til dæmis sem eru þá vel dreifðir og hægt að nálgast slík söfn, þá getum við gert það með áskrift í hverju mánuði. Hvað með kostnaðinn? Já, það er alveg rétt að börn borga ekki fjármagnstekjuskatt þegar þau eru ung, foreldrarnir munu gera það. Það er auðveldara að fyrir barn að nota peninga sem nú þegar eru á þeirra kennitölu heldur en fyrir foreldra að gefa börnum, af því einhverjum hluta vegna er bannað að gefa peninga á Íslandi. En fólk hefur nú verið að finna út úr því og þá bara borgum við skattinn þegar það kemur. En varðandi aðgengi þá er það sá punktur sem ég hef einna helst verið að benda á. Þegar kemur að sjálfsaflafé barnsins sjálfs og peninga barnsins, þá sjálfsögðu hefur barnið fullt aðgengi að því þegar það er orðið 18 ára. Ef að foreldrar vilja hins vegar vera að leggja fyrir handa börnunum sínum til langs tíma, þá vilja þau ráði hvenar og við hvaða kringumstæður krakkinn fær peningana. Þannig að ég er hrifnari að því að foreldrarnir afhendi peningana en að barnið hafi átómatískt aðgengi að öllum þessu fé við 18 ára aldur
við vitum ekki hvort það við þroska til þess þá. Ég er mjög hrifinn af því, mér finnst það bara fínasta hugmynd að vera að leggja peninga fyrir handa börnunum. Þetta er eitthvað sem að þegar við gerum það automatískt, sjálfvirkt í netbankanum eða hvernig sem það er, að þá virkar þetta, vegna þess að þetta er bara dregið frá í hverju mánuði. Ég myndi þó segja að það sé eigin fjárfesting miklu betri og börnin ykkar munu græða miklu meira á því til lengri tíma litið. Það er bara að kenna börnunum á peninga, bera virðingu fyrir peningum, vera duglega að vinna, kunna fara með þetta, vita hvernig heimilisbókhald virkar. Það er miklu dýrmætari fjárfesting í börnunum heldur en sparnaðurinn sjálfur, eitthvað til þess að hafa kannski í huga.